vantaði eitthvað? Já, mjólk og eitthvað. Það er einmitt það, Breki, þetta skiptir máli. Já, þetta skiptir máli. Keyrt var á eldri mann á gangbraut rétt fyrir klukkan 5 í dag. Að sögn sjónarvotta var ökumaðurinn mjög upptekinn í símanum. Já, ég náði tali af ökumanninum sem var að skoða Google Maps appið í símanum sínum og var að eigin sögn orðin alveg geðveikt sein. Já, og frekar mikið týnd. Ég var á leiðinni að sækja vinkonu mína til frænku sinnar í þessu nýja hverfi hérna og bara var á Google Maps að reyna að finna eitthvað út úr þessu. Þannig að þú varst hreinlega bara týnd. Já, og geðveikt sein. Já, það er nefnilega það. Kona á miðjum aldri liggur þungt haldin á gjörgæsludeild Landspítalans eftir aftanákeyrslur á 3. tímanum í dag. Já, Breki, þetta vildi þannig til að ökumaðurinn var að afboða mjög mikilvægan fund í símanum sínum, ekki satt? Jú, ég þurfti að afboða þennan fund á morgun. Og voru margir sem ætluðu að mæta á fundin? Já, það voru margir sem voru að mæta og ég þurfti að ná þessu fyrir klukkan 5 því annars hefði ég bara mist alla út. Það er skiljanlegt, þetta er mikilvægt. Já. Akkurat. Bíll fór út á veginum á 4. tímanum undir Ingólfsfjalli í dag og farþegi í bílnum nokkuð slasaður. Ökumaðurinn sem sjálfur slapp með skrekkinn sagður hafa verið að skoða mjög fyndið vídeó. Brynhildur, var þetta fyndið? Já, Breki, mér skilst á samtölum mínum við ökumanninn að þetta hafi raunar verið nokkuð skemmtilegt, eða hvað, var þetta fyndið, Bjarni? Já, mér fannst það, sko. Þetta er gaur sem alltaf með eitthvað svona. Já. Þetta er alveg fyndið, Breki. Já, það er nú fyrir öllu. Stúlka á 10. ári liggur alvarlega slösuð á bráðamóttöku eftir að keyrt var á hana þar sem hún var að hjóla yfir götu. Að sögn lögreglu var ökumaðurinn að skrifa mjög mikilvæg skilaboð á símann sinn. Ég var bara að drífa mig út í búð og þurfti að tjekka hvort það vantaði eitthvað heima. Bara svona, þurfti ekki að fara tvisvar. Og vantaði eitthvað? Já, mjólk og eitthvað. Það er einmitt það, Breki, þetta skiptir máli. Já, þetta skiptir máli. Keyrt var á eldri mann á gangbraut rétt fyrir klukkan 5 í dag. Að sögn sjónarvotta var ökumaðurinn mjög upptekinn í símanum. Já, ég náði tali af ökumanninum sem var að skoða Google Maps appið í símanum sínum og var að eigin sögn orðin alveg geðveikt sein. Já, og frekar mikið týnd. Ég var á leiðinni að sækja vinkonu mína til frænku sinnar í þessu nýja hverfi hérna og bara var á Google Maps að reyna að finna eitthvað út úr þessu. Þannig að þú varst hreinlega bara týnd. Já, og geðveikt sein. Já, það er nefnilega það. Kona á miðjum aldri liggur þungt haldin á gjörgæsludeild Landspítalans eftir aftanákeyrslur á 3. tímanum í dag. Já, Breki, þetta vildi þannig til að ökumaðurinn var að afboða mjög mikilvægan fund í símanum sínum, ekki satt? Jú, ég þurfti að afboða þennan fund á morgun. Og voru margir sem ætluðu að mæta á fundin? Já, það voru margir sem voru að mæta og ég þurfti að ná þessu fyrir klukkan 5 því annars hefði ég bara mist alla út. Það er skiljanlegt, þetta er mikilvægt. Já.
Akkurat. Bíll fór út á veginum á 4. tímanum undir Ingólfsfjalli í dag og farþegi í bílnum nokkuð slasaður. Ökumaðurinn sem sjálfur slapp með skrekkinn sagður hafa verið að skoða mjög fyndið vídeó. Brynhildur, var þetta fyndið? Já, Breki, mér skilst á samtölum mínum við ökumanninn að þetta hafi raunar verið nokkuð skemmtilegt, eða hvað, var þetta fyndið, Bjarni? Já, mér fannst það, sko. Þetta gaur sem alltaf með eitthvað svona. Já. Þetta alveg fyndið, Breki. Já, það nú fyrir öllu. Stúlka á 10. ári liggur alvarlega slösuð á bráðamóttöku eftir að keyrt var á hana þar sem hún var að hjóla yfir götu. Að sögn lögreglu var ökumaðurinn að skrifa mjög mikilvæg skilaboð á símann sinn. Ég var bara að drífa út í búð og þurfti að tjekka hvort það vantaði eitthvað heima. Bara svona, þurfti ekki að fara tvisvar. Og vantaði eitthvað? Já, mjólk og eitthvað. Það einmitt það, Breki, þetta skiptir máli? Já, þetta skiptir máli. Keyrt var á eldri mann á gangbraut rétt fyrir klukkan 5 í dag. Að sögn sjónarvotta var ökumaðurinn mjög upptekinn í símanum. Já, ég náði tali af ökumanninum sem var að skoða Google Maps appið í símanum sínum og var að eigin sögn orðin alveg geðveikt sein. Já, og frekar mikið týnd. Ég var á leiðinni að sækja vinkonu mína til frænku sinnar í þessu nýja hverfi hérna og bara var á Google Maps að reyna að finna eitthvað út úr þessu. Þannig að þú varst hreinlega bara týnd? Já, og geðveikt sein. Já, það er nefnilega það. Kona á miðjum aldri liggur þungt haldin á gjörgæsludeild Landspítalans eftir aftanákeyrslur á 3. tímanum í dag. Já, Breki, þetta vildi þannig til að ökumaðurinn var að afboða mjög mikilvægan fund í símanum sínum, ekki satt? Jú, ég þurfti að afboða þennan fund á morgun. Og voru margir sem ætluðu að mæta á fundin? Já, það voru margir sem voru að mæta og ég þurfti að ná þessu fyrir klukkan 5 því annars hefði ég bara mist alla út. Það er skiljanlegt, þetta er mikilvægt. Já. Akkurat. Bíll fór út á veginum á 4. tímanum undir Ingólfsfjalli í dag og farþegi í bílnum nokkuð slasaður. Ökumaðurinn sem sjálfur slapp með skrekkinn sagður hafa verið að skoða mjög fyndið vídeó. Brynhildur, var þetta fyndið? Já, Breki, mér skilst á samtölum mínum við ökumanninn að þetta hafi raunar verið nokkuð skemmtilegt, eða hvað, var þetta fyndið, Bjarni? Já, mér fannst það, sko. Þetta gaur sem alltaf með eitthvað svona. Já. Þetta alveg fyndið, Breki. Já, það er nú fyrir öllu. Stúlka á 10. ári liggur alvarlega slösuð á bráðamóttöku eftir að keyrt var á hana þar sem hún var að hjóla yfir götu. Að sögn lögreglu var ökumaðurinn að skrifa mjög mikilvæg skilaboð á símann sinn. Ég var bara að drífa út í búð og þurfti að tjekka hvort það vantaði eitthvað heima. Bara svona, þurfti ekki að fara tvisvar. Og vantaði eitthvað? Já, mjólk og eitthvað. Það einmitt það, Breki, þetta skiptir máli? Já, þetta skiptir máli.
Keyrt var á eldri mann á gangbraut rétt fyrir klukkan 5 í dag. Að sögn sjónarvotta var ökumaðurinn mjög upptekinn í símanum. Já, ég náði tali af ökumanninum sem var að skoða Google Maps appið í símanum sínum og var að eigin sögn orðin alveg geðveikt sein. Já, og frekar mikið týnd. Ég var á leiðinni að sækja vinkonu mína til frænku sinnar í þessu nýja hverfi hérna og bara var á Google Maps að reyna að finna eitthvað út úr þessu. Þannig að þú varst hreinlega bara týnd. Já, og geðveikt sein. Það er nefnilega það. Já, komið sæl og verið velkomin á þessa fjárfestakynningu hér í Sjóvá og þar sem við erum að gera grein fyrir öðrum ársfjórðungi 2016 og auk þess sem við gerum grein fyrir náttúrulega 6 mánaða uppgjöri í leiðinni. Að venju þá munum við 3 annast kynningun á þessu og ég mun svona renna í helstu atriði fyrst til að byrja með og þá helstu tíðindi varða fjórðungin sem slíkan og eins og þarna kemur fram að þá afkoman tap upp á 630 milljónir króna fyrir fjórðungin en hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 47 milljónir. Það sem einkennir þessa afkomu einhver tvennt, það annars vegar tap af fjárfestingarstarfseminni og svo hins vegar 2 stór tjón sem að hitta okkur fyrir á fjórðungnum. Fjárfestingartekjurnar voru neikvæðar upp á 305 milljónir og neikvæð ávöxtun af safninu upp á 1,3%. Þegar við birtum fyrsta fjórðung, þá gátum við þess að sá fjórðungur var sá besti fyrsti ársfjórðungur frá 2014. Við gátum þess jafnframt þá að þegar við vorum að kynna, þá var komið þegar eitt stórt tjón inn á annan fjórðungin. Við eins og mátum það svo þannig að það væri innan þeirra áætlana sem við gerum ráð fyrir. En svo ólíklega og vildi til að það kom annað áleika jafn stórt tjón inn á þennan fjórðung og það nánast fáheyrt að slíkt hendi. Það eins og kom og í kjölfar þess þá birtum við afkomuviðvörun í endan júní og þar sem við gátum þess að líklegt yrði að við myndum klára annan ársfjórðungin á 106% í samsettu hlutfalli. Núna reyndin komin, það semst 105,2% sem að samsett hlutfall fyrir fjórðungin, samanborið við 100,3% á öðrum fjórðungi 2017. Og þess má geta þar að á þeim fjórðungi 2017 var líka brunatjón. Það var brunatjón fyrir norðan þar, stórt tjón. Og margir kunna þá að velta fyrir sig hvort að þetta sé nú komið til að vera, þessi stóru brunatjón. Og við fórum svona aðeins að kíkja í söguna í því og eigum hana svo sem alltaf tiltæka og það svolítið merkilegt að sjá að frá 2004 til 2014 eða 10 ára tímabili var ekkert stórt brunatjón. Síðan hafa þau komið 5 í okkar bækur. Fyrir 2004, þar að segja svona 1993 til 2004 voru þau 5 stór brunatjón. Svo kom 10 ára bil og svo hafa þau komið 5. Það ekkert að lesa í þetta en það sem hægt að draga ályktanir þarna það að tjón af þessum toga stór þau koma, en spurningin bara hvenær. Og það eitthvað sem ómögulegt að gera ráð fyrir og þess vegna áætluðum við fyrir einu slíku á þessu ári þegar 2 komið. Þetta komið til að vera, það væri drastísk ályktun með við söguna, heldur frekar hitt að þetta svona mjög tilviljunarkennt hvernig þetta hendir okkur. Þessi tjón vikta þá þannig á fjórðungina að þau hækka samsett hlutfall 10% stig innan þessa fjórðungs. En 12 mánaða samsetta hlutfalli hjá okkur 99,3% eða undir 100%. Þess má hins vegar geta líka að við erum í þessum business, við erum í þessum bransa, við erum til þess að bæta tjón og þau koma og það má eiginlega segja í þessum tilvikum það líka ánægjulegt að upplifa það að vendin í þessum tilvikum var góð, þannig að þeir aðilar og þeir rekstraraðilar sem að verða fyrir þessum tjónum eru fljótir aftur af stað. Það væri öllu verra ef þessi tjón væri ótryggð. Tjónarhlutfallið þá 87% tæp í samanborið við 75% tæp á sama tíma fyrra. Ég mun koma betur að því eftir en grunnreksturinn hjá okkur fyrir utan þessi tjón
er góður og við munum skýra það betur út á eftir, bæði Ólafur Njáll mun koma að því og svo munum koma að því í lokin þegar við förum betur yfir horfurnar. Nú ætla ég að hleypa Ólafur Njáli að. Sælverði. Hermann nú búinn að fara yfir flest það sem á þessari gleru yfir fjórðunginn og það kannski eins og hann nefndi, það ennþá hagnaður af vátryggingastarfseminni og auðvitað sjáum við þarna að gjaldþolshlutfallið ennþá vel viðunandi. Ef við horfum á 6 mánuðina, þar sem að Hermann fór nú kannski minna yfir það, þá varum við með hagnað upp á 119 milljónir, auðvitað gríðarlegur viðsnúningur og alls ekki ásættanlegt, en svo horfum við líka á að hagnaður vátryggingastarfseminni þó vaxandi, þrátt fyrir þessa bruna og þarna sjáum við aftur að gjaldþoli frá áramótum breytist lítið, að þessi þó hagnaður að vega upp á móti endurkaupum sem að hefur orðið á þessu tíma. Ef við síðan skoðum reksturinn alveg, þá auðvitað sjáum við að það góðu vöxtur í iðgjöldunum, bæði á milli tímabila og bæði á þessu fjórðungi og þessum 6 mánuðum og vaxandi. Nú, þessi slæma afkoma fjárfestingastarfseminnar svo sem öllum þekkt og þessi markaður hefur auðvitað tekið mikla dýfu og kannski sér ekki alveg fyrir endan á því. Nú, þessi tjón og bæði tjón tímabils og eigin tjón eru lituð af þessum stórtjónum sem urðu og þar á undan höfðum við verið með vöxt eigin iðgjalda umfram eigin tjóna en að þessum tjónum stóru sem að Hermann nefndi þá auðvitað erum við þar en þessi stóru tjón þau slá okkur út af. Nú, rekstrarakostnaður hann hækkar minna heldur en iðgjöldin og þar með lækkar kostnaðarhlutfallið. Við sjáum þarna myndir til hægri þar sem að við útskýrum breytinguna á samstæðarhlutfallinu að matsþróun eldri ára ekki að trufla þennan rekstur á þessu tímabili og það sem að og svo horfum við á þetta tjónarhlutfallið og endurtryggingarhlutfallið saman þar sem að eins og við sjáum að endurtryggingarhlutfallið fyrir fjórðungin neikvætt 3,4%, þannig að við erum að fá meira greitt frá þeim en við borgum þeim. Og fyrir þennan ás helming að þá í raun og veru 0,1% eða við erum að borga jafn mikið við fáum. Tjón á endurtryggingarhlutfallið það hækkar þarna í 1,2% en vikt þessara stóru tjóna eins og Hermann nefndi fyrir fjórðungi var 10%, þannig fyrir hálft árið það tæp 5%. Nú, hér afkomubrúin sýnir þetta vel. Þetta auðvitað fjárfestingastarfsemin sem eða fjárfestingatekjurnar sem auðvitað að draga þessa afkomu niður og eins og sést nú bæði fyrir fjórðungin og 6 mánuðin að þetta nákvæmlega sami effektin en gleymið því ekki að fyrir 400 milljóna hækkun eigin iðgjalda og 600 milljóna hækkun eigin tjóna að 400 milljónir af þessu 600 þessi 2 tjón. Nú, efnahagsreikningurinn að þá auðvitað hreyfist hann lítið, fjárfestingaeignir minnka og það auðvitað eftir arðgreiðsluna og síðan að lækkunarmörkuðum. Nú, síðan vátryggingarskuldin að aukast töluvert en langstærsti hlutin af því, 2,5 milljarður, munurinn sem að þessi árstíðabundna sveifla sem að iðgjaldaskuldinni. Þannig að þetta ekki, og restin síðan tjóna hlutir af því. Þannig að þetta ekki allt tjónin sem að sveifla því. Horfum hérna á gjaldþolið og á milli þessara yfir þennan fjórðung og sést nú vel að gjaldþolið sjálft hreyfist þarna kaup eigin bréfa og síðan tapið meðan að krafan í raun breytist mjög lítið. Hún
háð ýmsum atriðum og atriðum sem við hluta til stýrum og hluta til ráðum ekki við, þannig að hérna í þetta skipti þá hreyfust mjög lítið. Þannig að gjaldþoli breytist þarna lækkar úr 1,51 í 1,45 og allt saman mjög vel innan átívilja stjórnarinnar, þannig að ekki verið gripið til neina ráðstafana þess vegna. En þá komið að Þórði varðandi fjárfestingarnar. Já, afkoman af fjárfestingum á þessum fjórðungi, eða síðastliðnu fjórðungi, var sem sé slæm og helgast það annars vegar af bara slæmu gengi á mörkuðum almennt, til lítill ávöxtun og svo hins vegar líka einhverju leyti hvernig við vorum staðsett innan þessara eignaflokka. Ef við förum yfir hlutabréfin þá erum við með neikvæða ávöxtun på 4,6% og það eru 3 hlutabréf sem skiluðu vestri ávöxtun hjá okkur eða svona skýra tapið að mestu og það er Reginn, Eik og Origo. Í óskráðum hlutabréfum þá helgast tapið þar að mestu leyti að því að á muninum á útboðsgengi og síðan skráðu gengi okkur sem 1,55 á heimavöllum fyrir útboðið. Ef við skoðum síðan breytingar eignaflokkum þá hafa kannski verið tiltölulega litlar breytingar á eignasafninu á fjórðungnum. Þið sjáu þarna í óskráðum hlutabréfum, þetta var einhverja tæpa 400 milljónir sem var breytingi þar og þá var það annars vegar vegna þess að heimavellir fara út úr óskráðum bréfum en inn kom miðborg sem við erum að taka þátt í verkefninu á Kirkjusandi. Í hlutabréfum þar við erum ekki með neinn nettó kaup en það bætast við 2 nýjar eignir. Heimavellir fara sem sé úr óskráðu og yfir í skráð og síðan tókum við þátt í frumútboði Arion banka og keyptum jafnframt bréf þar þannig að það kemur nýtt inn í eignasafnið. Aðrar kannski helstu breytingar voru það að við seldum ríkisskuldabréf, löng óverðtryggð ríkisskuldabréf og keyptum önnur skuldabréf í staðinn, mestu sértryggð skuldabréf bæði verðtryggð og óverðtryggð og jafnframt eitthvað af öðrum skuldabréfum, meðan þess að reyti 22. Hérna yfirlit yfir stærstu eignir félagsins og þetta eru sem sé alla þær eignir sem eru yfir 500 milljónir við lok annars ársfjórðungs og þetta skýrir þarna hvað á 67% af safninu. Þetta er ekki symbolísk mynd en. Já, þetta er kannski symbolísk mynd við hinn þáttinn, það að segja tjónin og en það sem við erum farin að sýna núna sem venjulega hefur bara verið svona sem fylgigagn hjá okkur en yfirleitt verið kölluð upp þessi glæra það sem þarf að fjalla aðeins afkomuna af einstökum vátryggingagreinum og það sjálfum sér gott að fjalla þetta núna vegna þess að þetta skýrir ágætlega kannski þær forsendur sem við ætlum að leggja upp með þær horfur sem við munum rökstyðja fyrir það sem eftir lifir árs. Annars þetta og það fyrst og fremst þessir 3 þættir sem að bera líta á, það að segja eignatryggingarnar, lögbúnar ökutækjatryggingar og svo frjálsar ökutækjatryggingar. Þetta samanlagt leggur sig á einhverju 80% af viðgjöldunum og ef við byrjum á eignatryggingunum þá það eins og ég var að lýsa á þann að þar eru tjón að koma sem mjög erfitt að áætla fyrir. Þau koma og á mislöngu árabili. Eins og sést þarna í fyrra var líka brunatjón á þessum tíma og samsettu hlutfallið þá 94%. Á fyrsta fjórðungi þessa árs var samsett hlutfall þarna í þessum flokki 67%. Þannig að þið sjáu sveiflurnar í þessu. Annar fjórðungur einn og sér, þar samsettu hlutfallið 135%. Að þetta hitta fyrir þann fjórðung. Þannig að þarna sér maður að svona skemmri tíma sýn á þetta ekki alveg auðvelt. Heldur það lengri tíma sýn þarna á þennan flokk sem þarf að hafa augun á. Hins vegar getur við þá litið á hina 2 flokkana þar sem að tíðnin betur fyrir séð og þar getur við sagt að þar svona ættum við að geta séð fyrir þróun með einhverjum hætti og við höfum sagt þar að við höfum verið á öruggri leið til hins betra, það að segja niður á við í samsettu hlutfalli. Við höfum líka sagt hins vegar að þar höfum við
svolítið verið að glíma við skotmark sem á hreyfingu en það þarf ekki að líta samt til þeirra uppgjöra sem við höfum verið að birta fram til þessa svona á síðasta ári að þar vegferðin alveg örugg í rétta átt og það það sem eiga sér stað þarna ef við berum saman bæði lögbúna og frjálsar ökutækjatryggingar þá sjá mann greinilega hreyfinguna í rétta átt þarna og ef maður ber líka saman bara fyrsta fjórðung núna og annan fjórðung þá samsettur hlutfall að lækka 3% stig í báðum þessum flokkum. Þannig eins og Ólafur Njáll benti á áðan þá það þannig að fyrir utan þennan fjórðung að þá hefur vöxtur eigin iðgjalda verið umfram vöxt á eigin tjónum og það það sem við metum að verði áframhald á út þetta ár og vöxtur iðgjalda sérstaklega þar ánægilegur, bæði að ræða þar vöxt, innri vöxt og ytri vöxt. Nú Ólafur Njáll búinn að fara yfir þá afkomuna á 6 mánuðum en eins og þarna kemur þá fram að samsett hlutfall þá fyrir 6 mánuðina er 101,3%. Eins og ég gat áðan 12 mánaða trailingi því er 99,3% minnum mig, ef litir aftur á bak. Eins og sagðan, áherslan okkar verður þá út árið og svo sem áfram að það heilbrigður vöxtur iðgjalda, þar sem við erum þá að leggja áherslu á það að vöxturinn sé heilbrigður en ekki vöxtur einn og sér. Og á grunni þess sem ég var að fara yfir áðan varðandi eignaflokkana þá höfum við uppfært horfurnar eins og við boðuðum í afkomukynningunni okkar, afkomutilkynningunni okkar síðast og gerum þá ráð fyrir því að samsett hlutfall verði 98% ef við klárum árið að 98% í samsettu hlutfalli fyrir skatta. Og samsett hlutfall 98% og 1 milljarður fyrir skatta í afkomu. Við breytum þá líka aðeins og færum til þá fjórðunga sem ókomnir eru, þriðji fjórðungu verður þá 94% og fjórði fjórðungu 95%. Þá held ég að sé bara komið að því að við opnum fyrir spurningar. Já, góðan daginn. Stefán Broddi ég, kemur að greiningi til Arionbanka. Kannski spurningin nokkuð almennsæðileg sem snýrað eignamörkuðum og kannski hlutabréfamarkaði sérstaklega. Það verður aðeins umræða deyfð á markaðinu jafnvel og hann tók dálítið mikla dífu jafnvel núna í sumar. Kannski ef að þið vilduð gefa okkur svona sýn ykkar á stöð markaðarins, verðlagningu og fleira í þeim dúr. Já. Það alveg ljóst að það ekki mikil umsetning á þessum markaði, mikil áhugi, en hins vegar svona, þá sýnist okkur að verðlagningin hún sé ansið góð sem að þýðir þá öðru jöfnu að áherslukrafan sem ætti að vera há sem að gæti þá leitt til þess að svona langtíma áherslun ætti að geta verið vel ásættanleg og sérstaklega miðað við aðra markaði en það er ekkert sem segir að þetta breytist og þetta verði eitthvað 1 fyrir 3 sem að þannig að sýn okkar þá svo að þetta langhlaup og þetta og það er kannski erfitt það verður kannski lítið skammtíma ávinninga en svona yfir lengri tíma þá ætti þetta geta að gefa góða ávöxtun en þá kemur aftur að því að ef það er lítill áhugi og lítill þáttaka og kannski markaður grunnur að þá náttúrulega aukast sveiflur og ýktar hreyfingar í hvor áttum verður fyrir sig og þá verður svo vænta ávöxtun sem í boði að skoðast í ljósi þeirrar áhættu og þeirra sveiflna og það kann að draga úr fýsileika hennar en við náttúrulega erum núna starfandi eftir fjárfestingarstefnu og hreyfum okkur innan hennar og við sjáum sjálfur höfum ekki séð neina ástæðu til þess að þessi tóði sem hefur verið núna og svo veit náttúrulega ekki hann getur kannski verið farin fljótlega og kannski ekki en við höfum ekki séð neina ástæðu til þess að taka það til neinnar endurskoðunar en eins og sést náttúrulega líka augljóslega á safninu okkar þá teljum við þetta að vera fýsilegan eignamarkað en hann klárlega ekki stand undir væntingum. Sigurður á IFS.
Ég var alltaf fyrir mig varðandi hlutdeild endurtryggjenda við iðgjöldum. Nú er komin þessu 2 stóru tjón núna á þessu ári. Myndi að hafa einhver áhrif á eitthvað kostnað þá í framhaldinu, aukinn kostnað í því og svo líka hvað þú tala aðeins þessa stafrænu vegferð, hvort að svona hvað eru komið langt þangað og hvort það mun auka kostnaðin ykkar líka þegar fram með sækir, hvað það varar? Já, bara til endurtryggjendur þá auðvitað bara vitum við það ekki. Heimurinn hefur tekið má segja svakalega áföll núna og síðasta ár var versta í sögu endurtrygginga og þannig að endurtryggjendur klárlega vilja meiri og herri iðgjöld. Þeim hefur ekki tekist það hins vegar allt og vel. Það er gríðarleg samkeppni, mikið af peningu sem að fara inn á þann markað, þannig að þeim hefur ekki tekist í raun að hækka iðgjöld og auðvitað munum við berjast gegn því og komið svo krafa upp að þetta sé að breyta hjá okkur eitthvað kjörum. En það er bara allt og snemmt að segja til það. Það í raun og veru algjörlega ósamið næsta ár í því. Já, þakka þér fyrir að spyrja stafrænu vegferðina vegna þess að ég bara hreinlega glimta að nefna það, þannig að það var gott að fá tækifæri til að fara yfir það. Við vorum að klára fyrir sumarfrí, eins og við sögðum þegar við birtum fyrsta ársfjórðung, þá vorum við í samstarfi við erlendar ráðgjafa, danskar ráðgjafa, svona stafræna stefnu og stafrænar áherslur okkar megin og það er alveg ljóst að þetta er það sem er svona lykil verkefni hjá okkur svona til næstu missera, alveg klárlega og þess mun sjást stað getum við sagt bara fljótlega svona ákvaða vegferð við erum þar en auðvitað er margt annað sem þarf svona betri tíma og lengri tíma og það er alveg ljóst að þetta mun kosta eitthvað en þetta mun spara eitthvað líka og uppleggi hjá okkur er fyrst og fremst þjónustustig, það muni batna og vaksa og sjálfum sér svara kalli getum við sagt markaðins þarna. Fjárfestingar í þessu í dag eru ekki með þeim hætti að við séum að fara að sjá fyrir okkur stórkostlegar fjárfestingar í kerfum, eins og grunnkerfum sem að þekktir orðið á þessum markaði sem geta kannski oltið á einhverju milljörðum. Við hins vegar þurfum að ráða til okkar hugbúnaðarfólk. Það mun á einhverjum tímapunkti sparast eitthvað annað á móti, ferlar munu vera meira sjálfvirkari, þannig að það eru svona bæði kostnaður og gjöld í þessu og ég get séð fyrir mér að þegar við svona leggjum upp með horfur fyrir næsta ár, þá getum við svona betur gert grein fyrir því hvað má reikna með að falli til þar. Við erum hins vegar ekki að fara að presentera einhverja stórkostlegar fjárfestingar einar og sér þar á svona næsta leiti. Fá þess að bæta við í framhaldi af umræðu launaþróun og nú er fyrirtæki við að bregðast við með í raun og gjaldskrár hækkunum. Ef þið gætu hans farið yfir svona ykkar sýn á þetta og væntanlega ef verður að ræða mikið launaskrið á seinni hluta ársins eða í vetur þá væntanlega þýðir það breytingum mun víðar en bara í rekstrar kostnaðinu fyrir ykkur. Alltaf breytinga á mati á eldri tjónum og svo framvegis. Getið þið farið yfir hvernig þið getið brugðist við og þá hvernig þið svona sjáu stöðuna? Já, kannski það er nú eiginlega fyrst að nefna að við erum að hluta til varin fyrir þessu þar sem að mikið okkar iðgjöldum eru tengd vísitölu. Þannig að iðgjöld hækka ef við hækkandi laun. Og auðvitað vegna þess að bætur eru að hækka varðandi okkar eigin rekstrarkostnað þá auðvitað er það mál sem við þurfum að eiga við sjálf og það sem hefur auðvitað verið að gerast og er að fólk í þessari þjónustu, fólki hefur fækkað. Hjá okkur við höfum án þess að það veri einhverja uppsagnir í gangi þá hefur okkur tekist svona í gegnum náttúrulega veldu að fækka höndum og þetta heldur áfram og þessi stafræna þróun sem við vorum að nefna á hann, hún styður það þannig að verji okkur fyrir að þetta lendi allt í rekstrarkostnaðinum hjá okkur.
Já, svo til viðbótar þessu kannski mætti nefna mitt og ég veit ekki hvað þetta fiskar til því að auðvitað vigtar þetta eins og Ólafur Njáll benti á varðandi vísitölu en auðvitað sko launaþróun við náttúrulega erum að bæta tekjuskerðingu fólks í slysum og örorku og þar náttúrulega smitar það beint inn í þetta. Það er þess vegna sem að umræðan hefur stundum verið svolítið byggð á misskilningi þegar það verið að tala um hækkun á bifreiðatryggingum, að það séu langt umfram neysluverðsvísitölu, að það er náttúrulega langstærsti þátturinn okkar megin er launavísitalan sem að verið að fylgja þar og þar þarf að bæta skerta tekjur fram í tíman. En ég kom ekki að því áðan að því þú nefndir hvort að þetta myndi hafa verulega áhrif á einmitt skuldina og óuppgerð tjón, auðvitað hefur þetta einhver áhrif. En já, það hefur einhver áhrif, en ekki veruleg. Fleira? Nú ef ekki, þá þökkum við fyrir góða spurningar og takk fyrir komuna.